Mikla athygli vakti og deilur þegar ríkisstjórnin ákvað að flytja höfuðstöðvar Fiskistofu frá Hafnarfirði til Akureyrar. Í kjölfarið urðu miklar umræður staðsetningu opinberra starfa. Ákvörðun ríkisstjórnarinnar stóð og nú áramótin opnaði Fiskistofa höfuðstöðvar sínar í Borgum á Akureyri. Sjálfur Fiskistofustjóri var fyrsti starfsmaðurinn til að tilkynna að hann hygðist flytja norður. Já, það rétt í rauninni fyrsti og eini. Og við stóðum bara frammi fyrir því fjölskyldan að ákveða hvort við ætluðum að fylgja stofnunin og flytja norður eða ég færi að leita mér öðru starfi og þetta var svona niðurstaðan eftir að hafa farið í gegnum þetta. Það væru tækifæri í því að flytja norður. Fyrsti starfsdagur fyrir norðan var á mánudaginn 4. janúar, en hvað þýðir það í raun og veru að höfuðstöðvarnar séu fyrir norðan? Já, það nú svolítið skemmtilegt að spyrja þessu því að maður velti því svolítið fyrir sér hvað eru höfuðstöðvar í öllum þessu róti sem hefur gengið á. Og ég ákvað einhverju tímapunkti af því að það var engin sérstök skilgreining að það myndi nú bara hanga við stólinn minn og þar var höfuðstöðvarnar sem stólinn minn væri. En þetta náttúrulega, í dag erum við komið með nálgast huginn hérna á skrifstofu pluss þeir 4 viðeftirlitsmenn sem hérna eru. Þannig að höfuðstöðvarnar eru orðnar, starfsstaður sem hefur hátt í rúmlega 20 starfsmanna. Þannig að það svona geta staðið undir nafni? Já, það standi undir nafni og það sem kannski styrkir það enn frekar það að af 6 sviðsstjórum eru 2 hér, auk mín, þannig að 3 af 7 manna yfirstjórn Fiskistofu eru hér á Akureyri í höfuðstofun. Hvað í farvatninu sýnist þér á næstu mánuðum mun starfsfólki fjölga? Það mun kannski ekki gerast mikið á þessu ári. Við erum búin að vera langt komið að manna þær stöður sem voru lausar, sem að eiga að verða hér á Akureyri. En svo veit maður aldrei hvað framtíð ber í skauti sér. Það alltaf einhver starfsmannavelta, þannig að ég á ekki von á mikilli stækkun þar sem það sem ég sé fram í árið. En árið fer svolítið í það að bara safna vopnum á ný og slípa saman þennan nýja starfsmannahóp sem að mótast hérna, bæði hér og við höfum einnig verið að ráða í lausa stöðu fyrir sunnan. Þannig að það verður nóg að gera í að slípa hópinn saman. Færðu mikið af fyrirspurnum frá fólki sem að vill starfa þá í höfuðstöðvunum? Já, maður fær talsvert af þeim fyrirspurnum og það rauninni byrjaði leið og ráðherra tilkynnti þessi áform sín að maður fór að fá bæði tölvupósta og hringingar og einnig þegar ákvörðunin formlega kom síðastliðið sumar þá kom aftur svona holskefla, kannski ekki holskefla en talsvert af fyrirspurnum og það dettur alltaf inn öðru hvoru fyrirspurn eða fólk sendur fyrirskrána sín og vekur athygli á sér sem bara jákvætt. Hvað gerir hið opinbera til þess að liðka fyrir því að fólk flytji norður? Í ákvörðun ráðherra þar kom fram að þeir starfsmenn Fiskistofu fyrir sunnan sem hefðu hug á því að flytja norður, þeir fengju annars vegar styrk til þess að flytja sig og sína búslóð og að auki svokallaðan flutningsstyrk til þess að þá væntanlega mæta öðru kostnaði sem ekki endilega flyst í því að flytja búslóðina sína. En þetta þá staðreynd að höfuðstöðvar eru fyrir norðan, en verða viðskiptavinirnir, verða þeir á einhvern hátt varir við þessa flutninga? Í sjálfu sér ekki mikið, því að við erum áfram með afgreiðslurinn okkar fyrir sunnan og erum með tökum á móti pósti þangað og á meðan við erum í bráðabirgðahúsnæði þá erum við ekki að breyta heimilisfangi, þannig að við erum ennþá í rauninni með heimilisfang í Dalsfjörðinn 1 í Hafnarfirði og munum endurskoða það þegar við komumst hér í framtíðarhúsnæði. Það eina sem kannski menn finna fyrir að þeir þurfa annaðhvort að bíða eftir að ég komi suður þegar ég á ferð eða þá þau þurfa að taka fjarfund með mér. Þannig að þú ert orðin nokkuð klár á flugáætlunum og annað því líkt samgöngukerfinu? Já, ég þekki nokkuð vel hvenær flugvélar fara frá Akureyri og koma til Akureyri, já. En burtséð frá þessari pólitísku ákvörðun og aðferðafræðinni, Akureyri hentugur staður til þess að hýsa stofnun á borð við Fiskistofu? Já, Fiskistofa hefur alla innviði sem að stofnun þarf að hafa og það má þetta spyrja sig, var einhver þörf á því að flytja hana frá Hafnarfirði til Akureyrar? Það var kannski ekki nauðsynlegt en nú þetta bara orðið verkefni og viðfangsefni að láta þetta ganga með í rauninni stóra starfsstöð í Hafnarfirði, starfsstöðar annars staðar 4 stöðum á landinu og svo höfuðstöðar á Akureyri. Hversu stór stofnun Fiskistofa og hvert hennar hlutverk? Í dag erum við líklega
að nálga 70 aftur. Við vorum 75 þegar í rauninni rótið fór á stað, en við höfum verið að ráða aftur, þannig að við erum 66 held ég í starfi í dag. Okkar starf býsna margþætt. Við erum með mjög víðtæka þjónustu fyrir greinina. Það að segja að úthluta aflaheimildum og veiðileyfum, veita veiðileyfi og leyfi til endurvigtunar og svo framvegis. Stór þáttur í starfseminni í rauninni miklu stærri en fólk getur ímyndað sér. Það bara upplýsingasöfnun, úrvinnsla úr upplýsingum og svona miðlun upplýsinga og að svara fyrirspurnir sem koma úr mörgum áttum og sem að varða sjávarútveginn bara mjög marga þætti. Það stór þáttur og svo þetta eftirlit sem við erum kannski þekktust fyrir því að það ber kannski oftast að góma í fjölmiðlum eftirlits hlutverk Fiskistofu. En svo því til viðbótar þá erum við með stórt upplýsingatæknisvið þar sem við erum að reka fiskveiðistjórnunarkerfið svona í stóru samhengi, rafræna utanum fiskveiðistjórnunina á Íslandi. Þannig að það töluvert sérhæfð störf hjá stofnuninni. Já, störfin eru flest hver mjög sérhæfð. Þannig að þetta þekking sem ekkert gripin upp úr götunni og nálega sama hvaða prógráð þú hefur eða ekki prógráð, þú þarft alltaf að læra verkefnið á Fiskistofu. Háskólinn á Akureyri, hann tengist sjávarútvegi á ýmsan hátt. Það til dæmis auðlindadeild sem útskrifar sjávarútvegsfræðinga. Skiptir það einhverju máli fyrir Fiskistofu? Já, ég sé það nú bara sem kost að vera í þessari nálægð við Háskólann á Akureyri. Eins og ég nefndi áðan þá kannski kemur enginn með prógráðu upp á starfið á Fiskistofu en það klárlega kostur að ég tel að vera sjávarútvegsfræðingur komandi inn í þessa stofnun sem snýst öll sjávarútveg að stærstu hluta. Helgina var auglýst eftir framtíðarhúsnæði Fiskistofu á Akureyri. Fiskistofustjóri segist sannfærður að gott og hentugt húsnæði finnist. Það mikið talað í störf án staðsetningar svokölluð. Fiskistofa í stakk búin til þess að haga starfsemi sinni þannig að hún geti nánast verið hvar sem á landinu? Að hluta til þess að það nú kannski alltaf svolítið undir starfinu sjálfu komið og þeim verkefnum sem þar hvort að það hentar án staðsetningar. En þetta kannski nákvæmlega það sem við erum að glíma við núna, það að segja að reka starfsemina svolítið án tillits til staðsetningar, þannig að við getum verið með starfið nánast hvar sem Hvenær verður Eyþór Björnsson fiskistofustjóri farinn að tala grjótharða norðlensku? Það mjög stutt, það mjög auðvelt að mengast.